Velkomin allir hérna í kirkjunni í dag. Ég ætla að bjóða ykkur velkomin til þess að vera hérna að fagna með okkur haustfagnaðurinn og við biðjum að allir megi bara líða vel hérna inni, taka vel undir söng og við ætla fyrst að fara því að biðja bæn. Við skulum lúta höfði. Kæri himnesku Faðir, við lofum þig og teiknum fyrir þennan dag, biðjum þínu blessun og þínu nærveru. Við biðjum að þú vilja vera hér mitt á milli okkar og við meðum lofa þig og teikna. Takk fyrir það að þú elskar okkur og við biðjum að þú vilja hjálpa að við meðum vera auðmjúku hlustendur og við meðum taka það til hjarta okkur sem þarf. Í Jesú nafni, amen. Þá ætla börnin að koma inn með varningu sem búið að taka upp úr haustönninni eða úr akrænum og setja þetta upp á borðið fyrir framan okkur. Þetta tekur smá stund, við skulum bara vera að bíða eftir þau eru að koma. Við þökkum fyrir að krakkana hefur komið og það ennþá ein að koma, segja á leiðinni. Það mjög gaman að sjá og það sé fleiri að koma. Gjörðu svo vel, komið bara setið upp á, svo fyllist borðið. En flott. Þá skulum við fara yfir í það að fara að syngja fyrsta lagið í dag sem heitir Verð hljóður. Þetta númer 42 í sálmabókinni og hann kemur upp á og við skulum öll taka vel undir.
fyrir vel undirtekt og við skulum gera það sem sagt til í þessari sálm og við skulum ganga hljóðlega og við skulum hafa vera auðmjúk frammi fyrir Guð. En við ætlum að halda áfram að syngja sálmurinn nr. 67, Heima á Herran Guð. Ritningaversið í dag tekur úr Sakaría 14:16 og við skulum allir rísa á fætur. En allir þeir sem eftir verður á öllum þeim þjóðum sem farið hafið á móti Jerúsalem mun á hverja ári fara upp þangað til þess að falla fram fyrir konungurinn, drottnin allsherja og til að halda laufskálahátíðina. Við skulum biðja. Kæra himnesku Faðir, hjálpa þú okkur til þess að fagna þennan haustfagnaður með þér og takk fyrir það við mögum koma fram fyrir þig. Við biðjum að þú vil vera innri með okkur, hjálpa okkur til þess að taka mót og gjafir þína og við þökkum þig fyrir allt í Jesú nafni. Amen. Við ætlum að halda áfram að syngja sálmu nr. 6, Ég vil ljóða um Drottinn. Ég vil ljóða um Drottinn. Oh,
núna biðja að gjafirnar verði teknar upp. Og ég sé að það einhverju sem að koma hérna upp og byrja. Gjörðu svo vel. Kæri himneske Fader, við þakkum þig fyrir það að við höfum möguleika því að geta gefið til þitt verk. Við biðjum að þú vil blessa gjafaran. Við biðjum líka að þú vil gefa okkur í hjörtum að gefa þeim sem þurfi og hefur þörf fyrir. Takk fyrir allt í Jesú nafni. Amen. Þá ætlum við að syngja hérna Ástafaðir himinn hæða. Það nummer 76 í sálmabókinni, en við ætlum þó eftir á að hafa barnasöguna. Svo þegar lagið að ljúka krakkar, svo megið þið bara koma hérna upp. Þið megið líka koma alveg hérna upp ef þið vilja að sittist á gólfinu. Nú á ég að spyrja eina spurningu á ensku. Welcome, Mr. Sweeney. Do you have prepared a children's story? Otherwise, I will tell one. Okay, so we're going to... Takk fyrir. Þetta var bara hvort að Ian sem að fara að tala til okkur eftir, hvort hann væri með eitthvað barnasögu, en hann ekki með barnasögu í dag. Ég með hana. En ég ætla að athuga með... Eitthvað heyrist betur í mig núna? Jæja, krakkar, ég ætla að segja okkur frá sögu krakka. Það voru 4 krakkar. Einn hét Sveinn, einn hét Friðrik,
Ein hét Beta og ein hét Lísa. Lísa var bara Það var þannig að það var búin að vera rigning í 4-5 daga og það var óþolandi því það rigndi rosalega mikið. Ég geri mig grein fyrir því að þessari sögu frá Bandaríkjunum held ég. Að því þaðan kemur hann Arthur Frandi og þetta einn af hans sögum sem ég að fara að reyna að segja frá. Nú, krakkarna voru pínu svona leiðileg við hvern annan. Þeir voru farin að stríða hvern annan að því þeir voru ekki farin að fara út fyrir. Þeir voru bara allan tíman að pínlítið að kippa í hvern annan og finnst það leiðilegt að vera bara lokaðir inni og mamma fór ekki þetta gott að ráð í hug svo hún gerði svo lítið. Svo hún kallaði krakkanum til sín og sagði, krakkar, þið til í að fara í fjársjóðuleit? Væri þið til í að fara í fjársjóðuleit? Já, svona voru þessi krakkar líka tilbúin að fara í fjársjóðuleit. Ég kann varla að segja þetta orð, en það nú þannig að mamma sagði að það var 15 mínútur sem þið fáið til að finna fjársjóðun sem ég búin að fela. Og þau fóru að hugsa fjársjóð. Eigum við nokkuð fjársjóð? Ekki áttu þau, mikið fannst þeim allavega þegar þau voru að horfa svona í kringu sig í íbúðinni. En mamma sagði að þau fáið 15 mínútur til þess að leita og Sveinn var fyrstur til að fara af stað. Hann fór beint upp á lofti, hálofti. Og Lísa, hún var samt lítil, hún fór samt rétt eftir honum. En Friðrik fór að leita að eitthvað allt öðru. Og Beta fór að hugsa, hvað getur þetta verið? Og hún hefði spurt mamma, hvernig við leita eftir, við vitum ekki hvernig þetta lítur út. Og mamma hefði sagt að þetta væri ekki stórt, þetta væri heldur ekki pínulítið, þetta væri bara þannig að þau gæti alveg auðveldlega fundið hana ef þau vissi hvað var að velja, en það var hægt að opna hana. Þannig að Friðrik fór í stóra skápnum sem hann vissi pappi væri með eitthvað verðmætt bréf, svona verðbréf hér. Og í skápnum var læsta dyr, þannig hann vissi það gat ekkert verið það sem var inn í skápnum. Þetta var Friðrik. Hann fann samt eitthvað annað. En svo var það Sveinn sem var búin að fara upp á loftið. Hann kom niður með eitthvað þegar var búin að líða 10 mínútur eða svo. Og Lísa kom rétt eftir henni. Og mamma spurði, þið búin að finna eitthvað? En Beta var ekki búin að finna neitt ennþá. Hún var að fara að sjá hvort það gæti verið inn á milli bókana. En hún sá bara náttúrufræðibækur, hún sá bara eitthvað bækur sem var alfræðibækur. En svo allt í einu kom hún auga á eitthvað inn í skápnum samt. Og svo fór þau til mömmu. Sveinn sagði, ég búin að finna þetta. Nú, hvað þetta sem þú búin að finna, sagði mamma. Hann kom með svona saumaboks sem langamma hefði átt. Vá, sagði mamma, ég ekki búin að sjá þetta boks í langan tíma, en þetta frá ömmu minni. En það perlir á því, sagði Sveinn. Já, þetta verðmætt fyrir mig, sagði mamma, en þetta ekki það verðmættastu sem við eigum. Svo kom Friðrik. Ég búin að finna eitthvað, budduna þína. Já, sagði mamma, það ekki mikið eftir á budduna þessi tíma mánaðarins, svo það ekki hann sem fjársjóðurinn. En ég með hana, sagði Beta. Hvað þú með? Ég með bók. Vitið þið hvaða bók þetta gæti verið? Þetta Biblían. Hún fann Biblían inn í bókaskapnum, inn á milli allu hínu. Mamma hefði sett hana pínlítið fram svo það var auðvelt að sjá hana, en samt ekkert alveg of auðvelt. En Beta var búin að finna hana. Hvað haldið þið Lísa hefði verið með? Hún var með tóma hendur. Hún var bara ekki búin að finna neitt. Hún var bara búin að fylgjast eftir bróður sínum. En mamma sagði þeim frá því af hverju að Biblían væri fjársjóður. Vitið þið af hverju? Hvað hægt að finna í Biblíunni? Það hægt að finna út úr góð ráð, hvernig má lifa lífinu. Það hægt að finna út úr því að við þurfum að fylgja regluna, reglu Guðs kærleiks sem kærleiksgjöf til okkar, að elska Guð og náungan, það ekki að vera góð við hvern annan. Og það líka að þegar við erum búin að gera hvað við sjáum eftir að við byggjum fyrirgefningu. Svo núna skulum við lúta höfði í bæn
og við skulum biðja Guð að hjálpa okkur til þess að fylgja reglum hans. Kæra himneski Faðir, takk fyrir það að við megum koma fram fyrir þig með fjársjóð sem þín Biblía. Viltu hjálpa okkur að fylgja orðum hennar í Jesú nafni. Amen. Þá megið þið bara fara sætin ykkar. Jens Svini, velkomin. Gjör svo vel. Adrian, ætlar þú að koma og kynna Svini? Pastor Adrian wants to introduce you. Okay. Hi. Góðan daginn. Many of you probably know Ian. Mörg ykkar þekki örugglega Ian. I just want that we would welcome him. Við vil að við bjóðum hann velkomin. For those of you that know him, Þið sem þekkið hann. well, I'm sure you're happy to see him. For those that don't know him, Ian, he serves at the division. Þið sem þekkið hann ekki, þá langar mig að segja ykkur að hann að starfa hjá stóra Evrópudeildinni. The Trans-European Division, and he's actually our liaison for the Iceland Conference. Og hann hefur sérstaklega yfirumsjón, eða þú veist, hann að passa upp á okkar kirkjuna hérna á Íslandi. So thank you for visiting and sharing today. Takk fyrir að heimsækja Welcome. okkur og koma og deila hér með okkur orðum úr Biblíunni. Good morning and happy Sabbath. Góðan daginn og gleðilegan hvíldardag. It is very good to be in Iceland once again. Það mjög gott að vera komin hingað til Íslands aftur. And indeed on a Sabbath where we are celebrating Thanksgiving. Og sérstaklega á hvíldardegi þegar verið að fagna þessari uppskeru hátíð. And so I'd like to center the message around the theme of Thanksgiving. Og þá langar mig að tala einmitt það, þakkargjörð. But coming from a different angle, En ef við horfum á þetta frá öðru sjónarhorni, namely the prophet Zechariah, frá Sakarías spámanni, which I'd like to read the scripture again, og þá langar mig að lesa aftur ritningarversi sem að lesi hérna áðan. which in a modern English translation reads like this. Ef við lesum nútíma útgáfu á Biblíunni, þá kemur þetta þannig út. Then all the survivors from the nations that have attacked Jerusalem, Allir þeir sem, excuse me, where is it? then all the survivors from the nations that have attacked Jerusalem. Zechariah 14 and verse 16. Yeah. Já. En allir þeir sem eftir verða af öllum þeim þjóðum sem farið hafa á móti Jerúsalem, Will go there year after year to worship. munu á hverju ári fara upp þangað til þess að falla fram fyrir konunginum, Worship the Lord Almighty. drottni allsherjar, Worship him as king. og til að halda laufskála hátíðana. And to celebrate the festival of shelters. Laufskála hátíðina verið að halda upp á. The Middle East and North Africa region Og miðaustur Afríkusvæðið, is one of the most conflict-ridden areas of the world. þar mestu stríðin sem í gangi í heiminum í dag. News today focuses upon what's happening in Gaza and Israel. Og líka, fréttirnar líka einblína á það sem að gerast í Ísrael og Gaza. But it is said that there are more than 45 ongoing conflicts across that region. En á þessu svæði 45 einhvers konar stríð í gangi þar á þessu svæði. The Middle East and North African region is often known as MENA. Þetta svæði, Norður Afríka og Miðausturlönd oft kallað MENA á ensku. It includes the countries of Egypt, Iraq, Israel, Það Ísrael, Írak og Egyptaland innifalið, Libya, Morocco, Palestine, Líbía, Marokko og Palestína, Syria, Turkey, Yemen, Sýrland, Tyrkland og Jemen and Western Sahara. og Vestur Sahara. It's said that conflicts have dated back to the start of human civilization.
Og það talið að þessi átök hafi hafist bara þegar að siðmenning hófst. And certainly when we read our Bibles, we see many conflicts in the MENA region. Og þegar við lesum Biblíun okkar, það sjáum við mikið af átökum einmitt á þessu svæði. As you know, the war in Gaza has taken a heavy toll. Stríðið á Gaza, þau hefur verið bara tekin stóra toll. At least 68,000 people have been killed. 68.000 manns hafa verið drepin á minnsta kosti. That's since October 2023. Síðan í október 2023. Millions have been displaced by war. Og milljónir hafa bara þurft að flýja vegna stríðs. Politicians across the globe are trying their best to bring peace into the region. Og stjórnmálamennum allar heima að gera sitt besta til þess að leiða fram frið á svæðinu. In January of this year, there was a call for a two-state solution. Og í janúar síðastliðnum var verið að reyna að finna einhverja lausn. But what does that have to do with Thanksgiving? En hvað hefur það með þessa þakkargjörðarhátíð eða laufskálahátíð að gera? The book of Zechariah is very interesting. Sakaría bók mjög áhugaverð. The last chapter is very fascinating. Og síðasti kaplinn mjög áhugaverður. Zechariah depicted a time when there would be a war, as it were, to end wars. Og Sakaría spáir fyrir að það yrði stríð til þess að enda stríð. He said that Israel's enemies would be defeated. Hann segir að óvinir Ísraels munu vera sigraðir. And that they would come to serve God and celebrate the festival of shelters. Og að þeir myndu koma og halda upp á laufskálahátíðina. We can read about the origin of this festival in the book of Leviticus. Við getum skoðað uppruna þessarar hátíðar í þriðju Mósebók. Indeed, when at Mount Sinai, following Israel's deliverance from Egypt, Þegar þau komu að Sínaí fjalli eftir að hafa komið út úr Egyptalandi, God established this annual festival. að þá bað Guð að halda alltaf þessa laufskálahátíð. You find that in the book of Numbers, chapter 29. Við getum fundið það í 29. kapla 4. Mósebókar. The festival of shelters was the last of 7 festivals. Laufskálahátíðin var síðasta hátíðin af 7 hátíðum sem voru haldnar yfir árið. In the Jewish calendar, it was around this time of year. Og það var einmitt á þessum tíma árs samkvæmt því gyðinglega dagatali sem var notað. It was a time when the people could celebrate what God had done for them. Þetta var tími þar sem fólk gat komið og glaðst yfir því hvað Guð hafði gert fyrir þau. And the festival of shelters celebrated God's deliverance of his people from Egypt. Og laufskálahátíðin hélt líka upp á það að Guð hafði leitt fólk sitt út af Egyptalandi. And during this feast, they would live in tents, Og þegar þau héldu laufskálahátíðina þá bjuggu þau í tjöldum. which was to remember how they were led through the desert or the wilderness. Sem var til að minna þau á það hvernig þau voru leitt gegnum eyðimörkina. The feast also coincided with the bringing in of harvests. Og þetta hafði líka með það að gera að koma inn með uppskeruna. So the festival celebrated how God had delivered their ancestors through the wilderness and from Egypt. Og þetta myndi líka á það hvernig þeirra forfeður hafði verið leiddir út í gegnum eyðimörkina. And it was a celebration of God's provision of food. Og það var líka verið að halda upp á það hvernig Guð sér fyrir fæðunni. In fact, the name Zechariah means something special. Sakaría þýðir eitthvað sérstakt. It means God remembers. Það þýðir Guð minnist. Now, Zechariah was a Jew, Sakaría var gyðingur, but he was likely born in Babylon. en hann var líklega fæddur í Babylon. He was one of those who was a descendant of those who had been taken into captivity. Hann var líklega afkomandi þeirra sem hafði verið tekin sem þræll til Babylon. Babylon was the strong regional power. Babylon var heimsveldi.
But it was overtaken by another regional power known as the Og Persians. svo komu persneska veldið og tóku þá yfir. When Zechariah had his visions, it was at the time when the Jews were allowed to return home. Og þegar Sakaría var að fá sýnirnar sínar, þá var þegar að persneska ríki var að leyfa þeim að fara heim aftur. The war or the invasion 70 years before had devastated Israel. Og árásinn á landið hafði rústað landinu 70 árum áður. Zechariah was now living under Persian rule. Og nú bjó Sakaría undir persneskum valdhöfum. And the people were trying who had returned home to rebuild their decimated country. Og fólki var að reyna að byggja upp landið sitt sem var búið að eyðileggja. God used Zechariah to bring encouragement to the people. Og Guð notaði Sakaría til þess að hvetja fólkið áfram. My favorite Christian author, Ellen White, wrote Uppáhaldsrithöfundur minn, Ellen White, skrifaði that he came at a time of anxiety and uncertainty. Hann kom á tíma þar sem þegar fólk var fullt af kvíða og áhyggjum. But Zechariah was trying to encourage the people to be faithful in rebuilding the country. En hann var að hvetja fólkið áfram, hann Sakaría, til þess að þau myndu halda áfram að byggja upp landið sitt. And the very last chapter, chapter 14 of his book, Og í síðasta kafla bókarinnar, kafla 14, described a scene that could have happened og það lýsir því sem gæti hafa gerst had the people been faithful to God. ef fólkið hefði verið trúfast Guði. He depicted a time when the nations would gather once again against Jerusalem. Og hann kom með þá hugmynd að fólkið væri að koma allt saman þarna fyrir framan Jerúsalem. But the Lord would save the people in Jerusalem. Já, og drottinn myndi bjarga fólkinu í Jerúsalem. And they would defeat their enemies. Og þau myndi sigrast á óvinunum. And eventually those who were defeated, Og þeir sem að voru sigraðir, those who survived, þeir sem að lifðu af, would come to Jerusalem again, komu aftur til Jerúsalem, not to fight, ekki til að berjast, but to celebrate the festival of shelters. heldur halda upp á þessa hátíð, laufskála hátíðina. As Zechariah saw it, Þegar Sakaría sá þetta, a terrible war hræðilegt stríð, would lead to a celebration or worship. að þetta hræðilega stríð myndi leiða til fagnaðar And this sounds strange, I know. og tilbeiðslu. Ég veit þetta hljómar skringilega. Before I was born in 1945, Áður en ég fæddist 1945, in the United Kingdom there was a major celebration þá var haldin mikil hátíð í Bretlandi. on Tuesday the 8th of May. 8. maí, þá var á þriðjudegi. There were street parties across the United Kingdom. Það var mikil veisla allar götur allt landið. Huge crowds gathered in the centre of London. Stórir hópar höfðu safnast saman í miðborg London Crowds gathered at Buckingham Palace. og við höllina Buckingham. They cheered and they celebrated. Þau glöddust og þau héldu hátíð. They celebrated with the British King, King George VI. Og þau héldu hátíðina með konunginum George VII They celebrated with Princess Elizabeth, og prinsessinu Elisabetu, who later became Queen Elizabeth II. sem var síðar Elisabeth önnur drottning í Bretlandi. Can anybody guess why millions across the United Kingdom were celebrating? Akkur voru milljónir í Bretlandi á þessum degi að fagna. End of the Second World War. Þegar að síðari heimsstyrjöldinni lauk. Now understand, Nú skiljið þið, up to 85 million people died in that war. það voru 85 milljónir sem létust í þessu stríði. The majority who died were civilians. Og meiri hluti þeirra sem létust voru óbreyttir borgarar. Were they celebrating the death of 85 million people? Voru þau að fagna því að svona margir létu lífið? Of course not. Það sjálfsögðu ekki. The celebration was not to celebrate death. Þessi hátíð var ekki til þess að fagna dauðanum. The celebration was not to forget those who had died.
Þetta var ekki til þess að reyna að gleyma þeim sem létust. The celebration was because no more lives needed to be lost in that war. Þau fögnuðu því nú þurfti ekki fleiri að deyja í þessu stríði. You see, as Zechariah saw things that would happen, Sakaría hann sá hvað var að fara að gerast. the end of the war in chapter 14 would end in a celebration. Lok þessa stríð sem við sjáum í 14. kaflanum myndi gera það að verkum að all stríð myndi hætta. It would end in the feast of shelters or Thanksgiving. Og þessi lauk með þessari laufskála hátíð. And I make this point because of this. Og ég að benda á þetta vegna þess að The feast of shelters or Thanksgiving laufskála hátíðin eða þakkargjörða hátíðin has a relationship with suffering. hefur tengsl við þjáningu. The festival of shelters celebrated Israel's deliverance from Egypt. Laufskála hátíðin fagnaði því að Ísraelar komist út úr Egyptalandi It celebrated God's protection, og það fagnaði yfir vernd Guðs, but they had been under Egyptian oppression for many, many years. en þau höfðu verið undir þrældóm í Egyptalandi í mörg ár. They celebrated by worshiping, by having this feast in tents. Og þau héldu upp á þessa atburði af miklu fögnuði. But their journey from Egypt to Canaan was only meant to be 11 days. En þetta ferðalag frá Egyptalandi yfir til Kanansland átti bara að vera 11 daga ferðalag. They wandered in the wilderness for 40 years. En þarna genguðu í eyðimörkinni í 40 ár. A whole generation of people died not entering the promised land. Og heil kynslóð manna létu lífið áður en að fólki fekk að fara þarna inn. Again, we see the relationship Og þarna sjáum við tengslin between suffering and thanksgiving. milli þjáningar og þakkargjörðar. You know, today we remember and give God thanks for what He has done. Já, við þurfum að muna að þakka Guði fyrir það sem hann hefur gert fyrir okkur. But often our thanksgiving comes out of our suffering. En oft erum við þakklátt vegna sem við höfum þurft að þjást. One of the greatest mistakes some people say about Christianity Og oft þau mistök sem sumir segja varðandi kristnina is that if you give your life to Jesus, all difficulties will be wiped away. að þegar þú gefur Jesú hjarta þitt að þá munu allir erfiðleikar hverfa. But Christians can experience fire and floods. En kristnir geta upplifað bæði elda og flóð. Our faith in Jesus does not mean we will never go through storms. Og okkar trú á Jesú þýðir ekki að við þurfum ekki að fara í gegnum storma. There are times in our life which are wonderful, Og það oft góði tímar í okkar lífi which are beautiful, sem eru falleg which are joyous. og gleðileg. But we can also experience in this life En við getum líka upplifað á þessu lífi unspeakable and horrible hardship, erfiðleikar sem ekki eins og hægt að nefna á nafn. tragedy and loss. Og söknuð og hræðilega hluti. The festival of shelters was to say, Og laufskála hátíðin átt að segja, despite all the hardship we have suffered, þrátt fyrir allar það þjáningar sem við höfum þurft að fara í gegnum, as with the name Zechariah, alveg eins og nafnið Sakaría þýðir, God has remembered us, Guð hefur minnst okkar and we can give God thanks og við getum þakkað Guði that He has brought us through. að hann hefur leitt okkur í gegnum þetta. The festival of shelters was was acting out the psalm we most know. Laufskála hátíðin það var verknaður eins og lag sem við öll þekkjum. Psalm number 30, verse 5, Sálmur 35, where the songwriter wrote these words, þar sem að ritað var þetta. weeping may endure for the night. Are you in Psalm 30? 30 and verse 5. Verse 5. Yeah. Okay. What did it say? Weeping may endure for a night, Að kveldi gistir oss grátur, but joy comes in the morning.
en gleðisöngur að morgni. The tension between hardship and thanksgiving. Og þessi barátta á milli þjáningar og þakkargjörðar. In our Christian life and experience, Í okkar kristna lífi og okkar upplifun, the difficulties and the hardships are not the last word. erfiðleikarnir ekki það síðasta sem á sér stað. Because joy comes in the morning. Því að gleðin kemur að morgni. The celebration of Thanksgiving indicates that joy is coming. Fögnuður þessara laufskala hátíðar að segja að gleðin að fara að koma. Because God has remembered his people. Því Guð hefur minnst fólks síns. And there is a time of celebration to be experienced. Og við þurfum að það komin tími til þess að fagna. I'm sure every one of us have been through tough times in our walk with God. Ég nokkuð viss að öll okkar höfum þurft að upplifa erfiðleika og göngu okkar með Guði. If you've never had a tough time, it will be coming your way. Ef þið hafið ekki lent í neinu erfiðu, þá það bara tímaspursmál. It might be when your loved one suddenly dies and leaves us alone. Kannski þegar einhver lætur lífið í fjölskyldunni. It might be when our loved one leaves us in life. Eða einhver sem yfirgefur okkur sem við elskum. It might be when the doctor tells us there's nothing that they can do for our health. Eða þegar læknirinn segir hann get ekki gert neitt fyrir okkur og okkar heilsu. It might be when the doctors tell us that the diagnosis is terminal. Eða ef læknirinn segir að þetta sé loka stig sjúkdómsins. Despite our faithfulness, we don't have money to pay our bills. Og kannski við trúfast Guði en við höfum ekki efni á að borga reikningana. We can be in the church, Við getum verið í kirkjunni, but we can be going through hell. en við getum verið að fara í gegnum mikla erfiðleika. But Zechariah was to say, En Sakaría, hann vill segja, hardships and persecution is not where it finishes. erfiðleikar og ofsóknir ekki lokapunkturinn. Because there is a time of thanksgiving to come. Því það að fara að koma tími þar sem við munum fagna og þakka. A time of celebration. Tími fagnaðar. Because God has remembered us. Því Guð hefur minnst okkar. And we can say, thank you, Lord. Og við getum sagt takk fyrir Drottinn. You see, the vision at the end of Zechariah is an awesome vision. Þessi sýn sem Sakaría sér í lok bókarinnar, Sakaría, It talks about a great battle. það talað mikið stríð. And as we think about the news that is happening in the world today, Og ef við erum að fylgjast með fréttunum sem í gangi í dag, we sometimes think it's all about one nation being stronger than the other nation. þá hugsum við oft ein þjóð sem sterkari en einhver önnur þjóð. But God's ultimate purpose was not to destroy nations. En tilgangur Guðs var ekki það að eyða þjóðum. It was not God's intention to destroy nations or indeed Judah. Og hann vildi heldur ekki eyða neinum þjóðum og hvað þá Júda. God's intention was to save all peoples. Og í hans huga vildi hann bjarga öllu fólki. That's why God said all the nations that survived would come and worship him in Jerusalem. Þess vegna segir hann að allar þær þjóðir sem að lifðu af munu koma og tilbiðja hann í Jerúsalem. You see, God remembers and loves all his children. Guð man eftir og elskar öll sín börn. And whilst God blessed Israel or Judah, Og að meðan að Guð blessaði Ísrael og Júda, it was so that they could be a blessing to the rest of the world. þá svo að þeir geta verið blessun fyrir hina. So that all his children would come and serve him. Svo að öll börnin hans getur komið og þjónað honum. That year by year, all nations would worship our God. Og þannig ár eftir ár myndu allar þjóðir tilbiðja Guð. The reality is God wants all people in his kingdom. Raunveruleikinn sá að Guð vill sjá alla í hans konungsríki. He wanted to save the Babylonians. Hann vildi frelsa Babyloniumenn. And we certainly see that in the one case of
the king Nebuchadnezzar. Og við sjáum það augljóslega í gegnum söguna Nebúkadnesar. God wanted to save the Persians. Guð vildi frelsa persneska fólkið God wanted to save the Ninevites. og hann vildi líka bjarga Nínevemönnum. Permit me to say God wants to save both Israelis and Palestinians today. Og Guð vill bæði frelsa Ísraelsmenn og Palestínumenn í dag. Iranians and Iraqis, Fólk frá Írak og Íran, Turks and Greeks, fólk frá Tyrklandi og Grikklandi, Serbs and Croats, Serbum og Króatum, Egyptians and Assyrians, Egyptum og Sýrlendingum, Ukrainians and Russians, Úkrænumönnum og Rússum, Aboriginal Australians and European settlers, frumbyggjum Ástralíu og líka þeim sem öllum innflytjendum frá Evrópu, Japanese and Chinese, Kínverjum og Japanum, North Koreans and South Koreans, Norður-Kóreumönnum og Suður-Kóreumönnum, Indians and Pakistanis, Indverjum og Pakistanum, the British and the Europeans, Bretum og öllum Evrópubúum, the black and the white, svörtum og hvítum, the Hutu and the Tutsi, Hutu og Tutsi, the Afrikaners and the Zulu, þeir sem eru Afrikans og Súlumenn. and we could go on of historical enemies. Og þarna getum við haldið áfram að tala fólk sem hefur verið óvinir í gegnum söguna. God's desire is to bring all people to Him, Guð þráir að leiða alla saman from til the hans, east and the west, frá austri og frá vestri, the north and the south. frá norðri og suðri. God's purpose Tilgangur Guðs is that He wants all of His children in His kingdom. að hann vill öll sín börn í sitt konungsríki. And so today we give God thanks Og þess vegna þökkum við Guði í dag. that He remembers His children. Hann minnist barna sinna. He gives us a harvest and food. Hann gefur okkur mat, hann gefur okkur uppskeru. And as God's chosen people today, Og við sem erum útvalin þjóð Guðs í dag, which I believe the Seventh-day Adventist Church is, sem ég trúi að kirkja sjöndadags aðventista it's not just about saving this church, og það snýst ekki bara að bjarga þessari kirkju, but that God calls us as a people heldur kalla Guð okkur eins og fólk, to reach every man, woman, and child, að við náum til allra, bæði karla, kvenna og barna, whatever nation, language they come from, alveg saman frá hvaða þjóð og hvaða tungumál, with the wonderful message með dásamlegan boðskap, that God loves them að Guð elskar þau and invites them into His kingdom. og hann býður þeim að koma inn í konungsríki sitt. May God bless us Megi Guð blessa okkur. as we celebrate Það við fagnum what God has done yfir því sem Guð hefur gert fyrir okkur and that He remembers us today. og að hann minnist okkar í dag. Amen. Amen. Við þökkum Ian fyrir þessi fína ræðu og við ætlum að halda áfram hérna að ljúka hérna við kirkjuhald í dag með því að syngja Salmur 6a, Allt sem fagurt finnst.
Þá ætla Ian Sweeney að koma hérna upp aftur og hann ætla að hafa blessunarorð með okkur. Let us pray. Við skulum biðja. Thank you, Lord, that you remember us. Þakka þér Drottinn fyrir að minnast okkar. You remember to feed us, Þú manst eftir að gefa okkur mat to save us. og að bjarga okkur. We praise you Við lofum þig because you are truly wonderful. því þú ert að sönnu dásamlegur. Amen. Amen.